Tonni Sigurðsson, síðasta leik gerði fræðaför til Eyja, stelpurnar í Þór Káa og lögðu Eyjastúlkur í fyrsta skipti í sögunni, af því er manni sagt. Það var vel gert. Já, það var ótrúlega vel gert. Ég var ótrúlega ánægður með þann sigur og bara virkilega stoltur af stelpunum. En þið eru væntanlega komið niður úr skýjunum, næsti leikur bara handan við hornið, það eru stelpurnar í KR og Bojana Basic, vinkona okkar sem lengi var hérna hjá okkur. Það verður eitthvað. Já, það verður bara mjög erfiður leikur, Og Bojana er að gera flotta hluti með þetta KR-lið og stóðu sig virkilega vel á móti í IBVF, sérstaklega í fyrri hálfleik núna sem var síðast leikur af þeim. Þannig að ég gerir fastlega ráð fyrir því að það komið rosalega vel skipulagt liðið, alveg brjálaðir í að reyna að ná stíga og jafnvel stiga með meistarunum. Nú ef maður skoðar söguna þá sýnist manni að KR hafi ekki unnið Þór Káa síðan 2008 þannig að í deildaleik, þannig að sagan er með okkur. Já, sagan og við erum náttúrulega betra lið og það er ekkert leyndamál, við erum klárlega betra lið heldur en KR er í dag. Þannig að tafla segir það líka bara og við komum ekkert, það verður engin ragur á móti KR, við ætlum að spila okkar leik og við ætlum að vinna hennar leik og það er ekkert sem fara að stoppa það nema kannski bara við. Það er að segja stelpa það sjálfur, ef það er alltaf að vanmeta eitthvað eða líta á einhverjum lélegum augum í rauninni þá tapa þær. En ég ger ekki ráð fyrir því að það verði þannig. Stelpurnar eru ótrúlega rútineraðar, það eru duglegar og flottar, það eru bara klárar inn að leik og ætla að vinna þetta hins vegar góða KR-lið. Það er náttúrulega að þurfa að vera meðvitaður það að það er ekkert unnið fyrirfram. Það er alveg nákvæmlega þannig. Við höfum spilað við lið sem við eigum að vinna og það hefur verið bara vandamál vesen, það er að segja, að klára þá leikja. Við vitum alltaf á móti öllu liðum, það er alltaf vilja allir vinna meistarana, það vilja allir vinna Þór Káa, það vilja allir leggja sig ekstra fram til þess að reyna á því fram. Við höfum upplifað það nú bara í sumar, þannig að þetta snýst það að ná einu marki, ná einu helvítis marki og þá held ég að leikunum verði bara búinn því að það er ekkert mögulega að fara að skora eitthvað mörk hjá okkur. Nú erum við að tefla fram nýju markmanni, er hún búin að taka einhverja æfingu með okkur? Nei, hún lendi nú bara í gær og kom með rútunni með öruflokk í gær, hinga á Akureyri og við sjáum hana fyrsta skipti í dag. Bryndís verður nú með okkur í þessu leik núna á miðvikudaginn. Við ætlum að gefa Jojo eins og hún kölluð pínu aðlögunarfrest eða svona aðlögunartíma og leyfin að komast aðeins inn í hlutina og kynna stelpunum og við henni áður en að við hendum inn í djúpulaugina en það er aldrei að vita svo sem að hún spili kannski eitthvað en Bryndís með byrjanleik líklega. Leikurinn hann fer fram utandyra. Nú eru komið á náttúrulega grassi á Þórshöfni þannig að það verður væntanlega mikið líf og fjör í stelpunum að komast loksins út á grassið. Já, það verður gaman að komast út á okkar grass Við erum náttúrulega búin að spila 2 grassleiki og fannst það gaman bara, gekk vel, vunnuð að báða og það er engin beigur í stelpunum að fara að spila á grassinu heima því að það er bara ótrúlega skemmtilegt og skemmtileg tilfinning og svona öðruvísi fílingur og ég er bara ótrúlega spenntur að sjá mætinguna á morgun og Íslandsmeistararnir að spila fyrsta heimleikin úti, það verður bara, þetta er svo mikil áskorun á fólki okkar að halda áfram að styðja okkur eins vel og það er búið að gera það að bæta bara ennþá meir í því að það hlýtur að sjá það að við erum með fínt lið og erum að gera góða hluti og fólkinu hlýtur að hungra í annan titil. Eins og megasöng hverjum dag að kýrnar leika við hvort sín fingur en stelpurnar munu leika við hvort sín fingur og tærnar alveg hreint og það verður taumlaus gleði. Já, ég held ekki til að lofa því að stelpurnar munu leggja allt á vellinum, skilja allt eftir á vellinum og það er ætlað sér að vinna þennan blessaða leik og það verður ekkert gefið eftir í þessu og það verður erfitt og þetta verður djúsis barátta, það er bara þannig en ég veit að okkar stelpur munu vinna þennan blessaða leik. Baráttan verður auðveldari ef áhorfendur fjölmenna í stúkuna og hvetja eins og þeir eru þekktir vel fyrir. Já, skiptir öllu máli. Við höfum alltaf sagt það og ég hef sagt það í viðtölum alveg endalaust hvað stuðningurinn hjá okkar liði skipti svo svaklega mikið sköpum í fyrra og það hefur gert það núna hingað til. Búin að spila einn heimaleik og svo náttúrulega meistarana og Lengjubikarúrslitaleika. Frábæra stuðning og ég vænti þess og ég bara ætlast til þess að fólkinu okkar að mæta og styðja stelpunum því að það mun skipta öllu máli. Sjaldan er góðvís og oft kveðun. Þetta var vel kveð og þetta eru fín lokaorð, Tonni, gangi ykkur vel. Takk fyrir það bara minn. Takk.
Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.